Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í einstaklingskeppni í boccia fór fram í Reykjanesbæ helgina 2. og 3. október síðastliðinn. Rúmlega 230 þátttakendur frá 15 aðildarfélögum IF tóku þátt í mótinu en þetta var í annað sinn sem Íslandsmótið í boccia fer fram á Suðurnesjum. Þröstur Guðjónsson, enn eitt boccia mótið. Þú hefur nú séðu ófá sem nefndamaður í boccia nefnd Íþróttasambands fatlaðra. Hvernig svona líst þér á fyrstu skrefin á þessu Íslandsmóti? Mér líst bara mjög vel á þetta hérna. Góð aðstaða og þáttaka mjög góð. Það hefur verið undanfarin ár svona 200 iðkendur og keppendur á þessum mótum og þetta hefur farið mjög vel á stað. Boccia er nú einn stærsta, ef ekki stærsta íþróttagreinin innan raða íþróttafatlaðra á Íslandi. Hvernig skýrur vinsældir hennar? Já, það er kannski erfitt að segja. Boccia byrjaði hér fyrst 1974-5 og þetta var mjög erfitt að koma þess á stað. Ég held að vinsældir sé það aðalega að þetta er góður félagsskapur. Fólk er rosalega gaman að þessari íþrótt. Þetta er tæknileg íþrótt. Þetta er ekki svona eins og kannski maður þekkir í öðrum íþróttum. Þetta krefst mikill getu. Nú, ég held að þetta sé bara félagsskapurinn sem leiðir það að þetta er svona vinsælt. Maður sér að einbeitingin skín úr hverju auga hérna og margir hafa haft á orði að boccia sé hreinlega ekki íþrótt, þetta sé trúarbrögð. Ertu sammála því? Nei, ég er ekki sammála því. Þessi íþrótt, hún kemur niðan á Evrópu, hún er stundum mikið í Frakklandi, Ítalíu og Spáni úti hjá öllum aldurshópum og þykir það mjög vinsæl og ég held að hér á landið sé þetta þannig að fólk finnur sig í þessu. Það er hérna, margir mjög góðir hérna, við tölum til þess bara á Norrlanda mælikvarða, en ég held að þetta sé engin trúarbrögð, þetta er bara virkilega alvöru íþróttagrein. Og sem slík þá hefur hún, svona með hverju árinu vakið meira og meira athygli. Nú gerir svona vart við sig að það eru sífellt fleiri, til dæmis eldri borgarar sem leggja stund á boccia. Já, það er einmitt málið. Þetta vekur smá athygli og eins og þú sagðir áðan, sem er haldið að þetta sé bara eitthvað grín, en eins og ég sagði þá er þetta tæknileg íþrótt og getur verið spennandi og það er þetta að spila hana aftur og aftur. Það er nú kosturinn kannski við þetta, að þetta getur farið fram á litlu svæði. Boccia og sund eru stærstu íþróttagreinar fatlaðra á Íslandi en boccia má stunda nánast hvar sem er. Allt sem þarf til er eitt sett af boccia-boltum. Þar finnast 6 bláir boltar, 6 rauðir boltar og 1 hvítur bolti. Í einstaklingskeppninni, rétt eins og í liðakeppninni í boccia, gengur keppnin út á að lið eða einstaklingar reyna að koma sínum boltum sem næst þeim hvíta. Þegar rauðu og bláu boltanum hefur öllum verið kastað inn á leikvöllin, skoðar dómari leiksins hverjir liggi næst hvíta boltanum og úrskurðar svo stigu lotunar. Hver viðureign er skipuð 4 lotum og heildar stigafjöldi allra 4 lotnanna úrskurðar svo sigurvegarann. Í einstaklingskeppninni er leikið í riðlum. Að lokinni riðlakeppni eru 6 einstaklingar í hverri deild sem komast í undanúrslit og 6 einstaklingar sem falla í næstu deild fyrir neðan. Þeir sem komast í undanúrslit leika svo innbyrðis viðureignir sín á milli og sá sem kemur út úr því umspili með bestan árangur verður Íslandsmeistari. Allir 6 leikmennirnir sem komast í undanúrslit leika svo í næstu deild fyrir ofan árið á eftir. Við erum komin hérna með varaformann Íþróttasambands fatlaðra. Það er Kamilla T.H. Hallgrímsson. Er enn eitt Íslandsmóti farið á stað og þetta eru 200 pluss keppendur. Þið á Íþróttasambandinu, þið hljótið að vera ánægð með þessa miklu og góð þáttöku. Jú, það er til dæmis að sprengja utan á sér og við gætum þurft að bæta einum degi við. Og það sem er ánægjulegt við þetta er að aðal slagorð Íþróttasambandsins er allir að vera með, stærsti sigurinn er að vera með og það sem mér finnst vera skemmtilegast við þetta er að horfa á einstakling sem hefur fatlast eða er fatlaður og hann byrjar að vera í íþróttum og það eykur hans færni í félagslegum samskiptum. Það eykur hans sjálfstraust og þau verða lífsglaðari að vera með í íþróttum. Og ég vil hvetja alla að ef þeir þekkja einhvern fatlaðan einstakling að koma honum út fyrir húsins dyr, inn á íþróttabrautir. Við höfum alltaf pláss fyrir einni viðbót.
Með okkur er Jenný Þórkalla Magnúsdóttir, formaður Íþróttafélagsins Nes í Reykjanesbæ. Segðu okkur Jenný, er ekki svolítið verkað skipuleggja svona stórt mót? Jú, það er það, en þegar maður er með gott fólk með sér þá bara gengur það vel. Og eins og þetta í dag þá erum við með 60 sjálfboðaliða frá Reykjanesbæ, krakkar sem eru í grunnskólanum og framhaldsskólanum, körfubolta, meistaraflokkur karla í körfubolta, bæði í Njarðvík og Keflavík að hjálpa okkur. Þannig það er bara frábært. Þegar margir að vinna þá bara er þetta létt og gaman. Þeir eru líka búin að skapa svona smá samfélag hérna. Hérna eru margir keppendur utan af landi og þeir þá er að finna víða Reykjanesbæ. Þeir eru með aktivitet í gangi upp á gamla herflugvelli og það eru lokahóf og þannig að það er svona smá líf í tugskónum hérna. Já, það er það. Við fengum lánað fjörheima sem er svona félagsmiðstöð sem er upp á velli og þar verður opið hús frá 6 til 10 kvöld. Síðan er veitingastæði þar uppi sem er með pizzahlaðborð fyrir alla mannskapinn á góðum prís og svo er náttúrulega bara allir veitingastæðir og allir sem er hérna í kring sem er að græða á þessu. Og síðan náttúrulega endur við lokahófi að sjálfsögðu í Stapanum. Jenny, hvernig er svo með þitt eigið félag? Verður einhver gull, silfur eða bronsverðlauna hafi frá Nes? Já, það er ekki spurning, þetta er besta félagi, sjálfsögðu. En það er allavega aðalsigurinn er náttúrulega bara eins og við vitum hjá IF að það er bara að vera með. Það er stærsti sigurinn í þessu. Á fyrir keppnistegi eða laugardaginn 2. október laug keppni í 3 deildum en alls var keppt í 11 deildum á mótinu. Deildum 1-8, opnum flokki, BC 1-4 sem er keppni spastískra og svo rennuflokkur sem er flokkur fjölfatlara með enga kastgetu. Kristján Vignir Hjálmarsson frá Íþróttafélaginu ÖSP hafði sigur í rennuflokki. Í opnum flokki vann Sigríður Þórunn Jósepsdóttir frá Akri á Akureyri og í flokki BC 1-4 varð Aðalheiður Bára Steinsdóttir hlutskörpust en hún keppir fyrir Grósku frá Sauðárkróki. Kolbeinn Jóhann Skagfjörð, tvítugur, Akureyri. Og hvernig er búið að ganga? Ertu búin að keppa eitthvað á mótinu? Nei, ég byrja ekki fyrir morgun út af því að ég er skráður fyrstdeild, þá byrja ég á morgun. Fyrsta deild, þannig að þú ert í hvað mestri og harðasti keppninni? Já, svo er sagt. Hvernig leggst þetta í þig? Hvernig meturðu möguleikana þína? Já, ég sé neitt fyrir ég kynst bara fyrir ég spila á morgun, þannig að það kemur bara ljós. Búin að taka þátt í mörgum bocciamótum? Ég byrjaði 2003 held ég, þannig að ég hef aldrei tapað niður deild, ég hef alltaf poppað upp, þannig að þetta er ég er búin að taka þátt sem 2003, já, eitthvað svoleiðis. Hvernig hefur gengið á ferlinum? Hver er hápunkturinn? Er hann kannski ekki ennþá kominn? Já, það er engin titill komin hús ennþá, en samt líklega svo að þegar ég vann á júnior B-flokkinu Malmö Open 2008, það er líklega hápunkturinn ennþá hingað til. En með þitt lið, Akur, hvernig líst þér á möguleikan ykkar á velunum þessi helgi? Já, ættalega er það möguleiki. Já, það kemur bara ljós. Ég þori ekki að segja neitt fyrir maður sér þetta. Þannig að ég þori ekki að ljúga neinu upp núna. Það er bara gaman að félagskapurinn og svo er þetta taktískt og ég meina þetta er bara skemmtilegt og flott og félagskapurinn er frábær og maður líður bara vel í svona stórum hópi, það er bara þannig. Já, það er bara félagskapurinn og keppa og svoleiðis, það er skemmtilega við þetta og það er gaman þegar það gengur vel líka. Hæ, ég heiti Lára Ingimundar og ég er í Íþróttafélagi Nes. Og ég mæti einu svona æfingar á miðvikudögum og maður hefur bocci á Heiðarskóla sem er bara gaman og við höfum alveg frábæra þjálfara, Heba Marel Ásgerður, félagskapurinn og ég er fyrrverandi og það er bara svo góður andi í þessu, það er skemmtilegt. Já, maður fyrir til Akureyri að keppa og ég lenti í öðru sæti á Ísafirði og ég hágrét
yfir því. Þetta var svo, þetta er bara svona, sko, spenningur og allt bara, maður er bara svona, alveg grætur, alveg svakalegt, rosalega gaman. Besta við boccia er að maður getur náð öllum saman og það er best í einstaklings af því við erum og því næ bara að hugsa betur og það er bara betra og samvildin er líka mjög góð og svo er bestu